Komið þið sæl, nú hefjast aukafréttir hér í sjónvarpinu mánudaginn 27. janúar en nú standa yfir þingflokksfundir stjórnarflokkana og talið að framtíð samstarfs þeirra ráðist þar. Við ætlum að reyna að komast í gegnum sögusagnir og getgátur morgunsins og byrjum á því að leita til Jóhönnu Vigdísar sem stödd í miðri þvögu fréttamanna á Alþingi. Jóhanna Vigdís, hvað nýjast af þingi? Já, Ingólfur Bjarni, það vonandi þú spyrjir, það náttúrulega ekkert að frétta, það alveg tíðindalaust. Þingflokksfundirnir hófust hérna upp úr klukkan 10 í morgun, bæði á Samfylkingunni og Sjálfstæðisflokknum og það á að ræða það hvort að þessi ríkisstjórn stendur eða fellur. Það allt undir og ég get lýst því að inn á þessum fundum í morgun var brakandi spenna og það var óvissan lág í loftinu. Nú þeir sem hafa komið fram til þess að ná sér eitthvað að drekka eða gera eitthvað annað, þeir gefa ekkert upp hver staðan sé, hvernig miði, segja að fundunum sé ekki lokið, það sé þó nokkuð ennþá eftir sem þurfa að tala en gefa ekkert upp áframhaldandi stjórnarsamstarf. Hér í kringum okkur stór hópur af blaðamönnum, innlendum og erlendum og það beðið hér í ofvæni eftir því að formenn stjórnarflokkana koma og segja okkur eitthvað. Áður við höldum aðeins lengra, þá Steingrímur J. Sigfússon formaður Vinstri grænna hérna. Steingrímur, það mikið talað myndun vinstri stjórnar og alls konar spekulasjónir eru uppi. Hvað hæft í þessu? Það ekkert hæft í því að neinar formlegar viðræður eitt eða neitt hafi farið fram. Boltinn hjá ríkisstjórninni og örlög hennar væntanlega ráðast á annarkvorn veginn, núna bara á þessum mínútum. Og það það sem verður að gerast fyrst, að ríkisstjórnin verður að komast að niðurstöðum það, hvort að hún ætlar að engjast svona áfram eða játa sig sigraða. En hafið þið ekkert verið að tala við Samfylkinguna hugsanlegt stjórnarsamstarf? Það hafa engar formlegar viðræður farið fram milli þessara flokka. Og ég hef ekki hitt Ingibjörgu Sólrúnu síðan að hún lagðist að til Svíþjóðar. Ég get ekki sannar orð sagt, þannig að ég staðfesti það sem hún sagði í gær þetta sama atriði. En auðvitað það þannig við svona ógnar aðstæður að menn að bera sig saman. Ég hef rætt við formann Framsóknarflokksins og formann Frjálslyndaflokksins og við höfum verið á vaktinni með okkar þingflokk reiðubúinn, þannig að við bíðum bara niðurstöðunar alveg rétt eins og þið fjölmiðlamenn. Þannig að það má í segja að óformlega viðræður hafi átt sér stað? Nei, ég myndi ekki kalla það. En viljið þið þetta? Þetta möguleiki sem við höfum ekki útilokað. Við höfum fyrst og fremst verið tveir aðrir kostir í stöðunni, svona í umræðunni, en áframhaldandi stjórnarsamstarf, það þjóðstjórnarmöguleiki og það þá möguleg minni hlutastjórn á vinstri vængnum með stuðningi Framsóknar og jafnvel Frjálslyndra. Það allt opið í þessu? Já, það í raun alveg galopið. En eitt víst og það það að þessari óvissu henni verður að linna nú. Takk fyrir þetta Steingrímur J. Sigfússon og það víst alveg örugglega rétt og áður en að þingflokksfundirnir hófust í morgun þá náðum við tala af Ágúst Ólafi, varaformanni Samfylkingarinnar og Bjarna Benediktssyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins og Ágúst Ólafur sagði einmitt þetta að það þyrfti að eyða þessari óvissu. Skulum heyra þetta. Við vitum að við þurfum að eyða þessari óvissu og það þarf að fá okkur botn í þetta fljótt og vel. Þetta aðalágreiningsefni. Já, menn eru að tala framhaldið. Við höfum þetta sett okkar óskir ákveðna breytingar eins og varðandi Seðlabanka og annað slíkt. En gerir þið kröfu forsætisráðuneytið? Ég held ekki kannski á þessum tímapunkti rétt að ræða einstaka kröfur. Við erum svo sem að kalla eftir ákveðnum breytingum. Við sáum að nú viðskiptaráðherra tekið að skrifa að segja af sér og það þetta sett ákveðna hreyfingu á málið. En það bara einfaldlega ekki komið niðurstaða milli flokkanna. En spurningunni, gerir þið kröfu forsætisráðuneytið? Já, við erum bara að ræða við Sjálfstæðisflokkinn ýmis atriðum. Mér finnst ekki rétt á þessum tímapunkti að ræða einstök atriði. Funduðu leiðtogarnir eitthvað í gærkvöldi eftir að Ingibjörg yfirgaf heimili Geirs? Nei, ég tel svo ekki vera. En heldur að niðurstöðan komi í dag? Já, vonum komi í dag. Ég vona hún komi hratt og vel vegna þess að það eyða þessar óvissu og við gerum okkur alveg grein fyrir því að það þýðir ekkert að draga þetta. En það þarf líka að vanda þetta. Hér þarf að vera starfhæf ríkisstjórn. Við vitum að verkefnin sem eru framundan eru ærin, hvort sem litið til hagsmuna heimilina eða fyrirtækja. En það skiptir líka miklu máli að við höfum ríkisstjórn sem nýtur traust almennings og á það auðvitað vantar með sitjandi ríkisstjórn. Finnst þér líklegt að þessi stjórn lifi daginn af eða verði mynduð önnur stjórn? Það bara erfitt að meta það. En heldur þú að ríkisstjórnin verði starfandi áfram hér á hádegisbilið? Nú ég að fara á fund til þess að fara yfir stöðuna og best að vera ekki með neina yfirlýsingar áður en að við heyrum í okkar formanni og komum saman til þess að ræða það hvernig útlitið það rétt að Samfylkingin gerir kröfu forsætisráðuneytið? Eins og ég segi, nú ætlum við að fara að hitta sjálfstæðismenn og ræða málum með okkar formanni og varaformanni og leggja mat á stöðuna og næstu skref. Hvað myndi það þýða í þínum huga ef þessi ríkisstjórn færi frá og myndir stjórn eins og Framsókn hefur boðið upp á að styðja Vinstri græna og Samfylkingu í ríkisstjórnar? Við sjálfstæðismenn höfum lagt áherslu á það á undanförnum dögum og vikum.
við erum í stjórnarsamstarfi með Samfylkingunni og meðan að það samstarfur enn við líði þá erum við ekki að gæla við hugmyndir samstarf með neinum öðrum eða neinar aðrar mögulegar ríkisstjórnir í samstarfi annarra flokka. Ertu búinn að gera upp því hvort þú býður þig fram til formann? Það liggur ekkert fyrir það. Hver eru líkurnar á því að þessi ríkisstjórn lifi daginn eftir? Ég ætla ekki að skemmta mig við að taka þátt í slíkum spám. Nú ætlum við bara að fara yfir stöðuna, þetta er alvarlegt mál og við ætlum bara að gera það á ábyrgð og í rólegheitum. Þetta verður klárað í dag? Miðað við þær yfirlýsingar sem hafa fallið helgina, finnst mér líklegt að málið skýrist mjög mikið í dag, já. En heldur þetta ekki að ógerringar í ríkisstjórninni myndu nægja til að lægja þessar reiðöldur í samfélaginu? Það er erfitt að segja til það. Ert þú að fá ráðherraembætti? Það liggur ekki fyrir það er engin rætt það við mig núna. Kemur til greina að þínu mati að Samfylkingin fái forsætisráðuneytið? Það er best að tjá sig sem minnst það, en mér þætti það í raun og veru algjör endurnýjun á stjórnarsamstarfinu sem að ég velti því fyrir mér á þessum tímapunkti hvaða skynsim er í að ráðast í dag. Já, við erum ennþá hér í Alþingishúsinu og það er ekkert að gerast ennþá. Nú, formenn stjórnarflokkana, þeir voru þögulir, þeir komu til fundarins í morgun og sögðu ekkert við fréttamenn og gáfu ekkert uppi og gáfu ekkert í skyn. Sama gilti lang flesta þingmenn, nema allir sögðu að staðan er alvarleg og það verður að eyða þessari óvissu. Reyndar kom Össur Skarphéðinsson einu sinni út til þess að ná sér í kaffi og hann var skælbrosandi og það lá mjög vel á honum og það er gríðarlega spenna hérna í þinghúsinu, það bíða allir í ofvæni eftir að þessum fundum ljúki til þess að vita framhaldið á þessu stjórnarsamstarfi. En Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, hvað segir þú sögur af hugsanlegum stjórnarmyndunum sem eru nú í gangi? Það eru bara verulega orðum auknar, því er okkur varðar sko, við höfum ekki verið í neinum beinum viðræðum við neitt þáttöku í ríkisstjórn, við höfum hins vegar lýst því yfir að ef á þyrfti að halda þá töldum við að hér væri hægt að setja upp þjóðstjórn til þess að taka á þeim alvarlegum vandamálum sem að framöndan eru og verður að leysa áður en að við slítum þingi og göngum til kosninga. Engar óformlega viðræður í gangi? Nei. En hvert stendur hugur ykkar? Já, okkar hugur hefur staðið til þess að ef að ríkisstjórnin ekki veld á sínum málum og verður starfhæf, þá verður við að okkar viti að helst að mynda þjóðstjórn til þess að taka á þeim málum sem þarf að setja ekki gegn og það er náttúrulega snúa fyrst og fremst að atvinnulífinu og fjölskyldunum í landinu heimilunum. Takk fyrir þetta Guðjón Arnar Kristjánsson. Við erum hér í Alþingishúsinu, verðum hér áfram, stöndum að sjálfsögðu vaktina og bíðum eftir því að sjá hurðir opnast og fá einhver tíðindi en í millitíðinni þá ættum við að skipta upp í efstaleiti Ingólfur Bjarni. Jóhanna, kannski ein spurning áður við kveðið í bili, áttu ekki að hefjast þingfundur klukkan 3? Nú veit ég hvort að Jóhanna heyrir almennilega í mig. Jú, ég heyrði þér. Það stendur ennþá til að það byrji þingfundur klukkan 3? Já, það er búið að setja upp dagskrá þingfundarins, hann á að hefjast stundvíslega klukkan 15 á óundirbúnum fyrirspurnum og ég held að séu einir 6 eða 7 ráðherrar sem ætla að vera viðstaddir og svara spurningum þingmanna og svo eru 2 önnur mál á hendi fjármálaráðherra á dagskrá en eins og við sáum í síðustu viku, það getur allt gerst og svona þessi fundur getur verið afboðaður af því að skipta. Við skilst að forsætisnefndin eigi að funda hér í Alþingishúsinu í hádeginu og við skulum bara sjá til þegar að þeim fundi er lokið. Það breytist margt á stuttum tíma og hlutinir er að gerast svo hratt eins og síðastliðin vika hefur sýnt okkur og sannað svo sannarlega. Það vist hverju orðið sannar að takk fyrir þetta í bili Jóhanna Vigdís. En hvaða möguleikar eru í stöðunni? Þeir eru ófáir sem nefndir hafa verið. Menn bíða þess í ofvæni að framhaldið skýrist og möguleikarnir á stjórnarsamstarfinu eru óneitanlega margir. Í Morgunblaðinu í morgun er talið fremur líklegt að stjórnin haldi. En Samfylkingin taki við forsætisráðuneytinu af Sjálfstæðisflokknum. Samfylkingin hafi lagt fram lista yfir það sem gera þurfi og Sjálfstæðisflokkurinn hafi lýst sig reiðubúinn til að gera breytingar á yfirstjórn Seðlabankans og gefa fjármálaráðuneytið öllu heldur til Samfylkingarinnar. Það eru líka uppi óstaðfestar sögusagnir að Samfylkingin hafi nú þegar náð samkomulagi við Vinstri græna en ef eitthvað er að marka orð Steingríms J í viðtalinu við Jóhönnu Vigdísi þá hafa nú menn ekki talað mikið þar saman en sá möguleiki sem þar væri myndun minnihlutastjórnar. Og það hefur verið talað að Framsóknarflokkur og Frjálslyndir væru fúsir að verjast líka stjórn vantrausti. Vísir.is fullyrðir að Ingibjörg Sólrún verði forsætisráðherra, Steingrímur J Sigfússon fjármálaráðherra, Guðjón Arngrímsson verði formaður sjávarútvegsnefndar og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði forseti Alþingis. Vísir virðist ekki hafa neinar staðfestar heimildir fyrir þessari fréttin og heimildamenn fréttastofu okkar innan Samfylkingar segja hana ekki rétta.
Og heimildamenn fréttastofu nefna þriðja kostinn ef ekkert samkomulag næst áframhaldandi samstarf ríkisstjórnarflokkana eða nýja minnihlutastjórn. Hann væri að Sjálfstæðismenn og Samfylking héldu áfram stjórnarsamstarfi með minnsta mögulega kosningafresti sem væri 45 dagar. Samkvæmt því yrði boðað til kosninga í byrjun mars. Og þá ónefndur sá möguleiki að Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir nái samkomulagi nýja ríkisstjórn. En heimildamenn fréttastofu telja það reyndar ekki mjög líklegt. En allt vekur þetta athygli fyrir utan landsteinana. Talsvert fjallað stjórnmálaástandið á Íslandi í helstu fjölmiðlum heimsins í dag. Dagblaðið Guardian telur meðal annars Geir Haarde í hópi þeirra 25 manna sem mesta ábyrgð bera á ástandi efnahagsmála í heiminum. Óhætt að segja að fjölmiðlar heimsins fylgist grannt með framvindu mála hérlendis þessa dagana. Afsögn Björgvins G. Sigurðssonar í gær hefur vakið talsverða athygli, enda fullir breska ríkisútvarpi BBC að hann sé einn fyrsti stjórnmálamaðurinn í heiminum sem lætur af embætti vegna efnahagskreppunnar. Nú laust fyrir hádegi taldi vefsíðan Google News 266 fjölmiðla víð heim sem fjallu þessar hræringar, til dæmis stórblöð á borð við Financial Times og staðbundnari miðla eins og dagblaðið Hurriyet í Tyrklandi sem birtir ítarlega grein afsögn Björgvins í dag. Þá þarf ekki að fara mörgum orðum þá eftirtekt sem mótmæla uppþot undanfarinna daga hafa vakið. Þannig segir blaðamaður breska blaðsins Independent sem staddur hér á landi frá því að reynt hafi verið að kveikja í Alþingishúsinu og starfsmenn Rauða krossins undirbúi neyðaraðstoð vegna yfirvofandi kreppu. Loks má geta samantektar dagblaðsins Guardian efnahagskreppuna í heiminum þar sem Geir Haarde sagður í hópi þeirra 25 einstaklinga sem mesta ábyrgð bera á ástandinu. Þar hann í félagsskap með helstu bankamönnum heimsins, Alan Greenspan fyrrverandi seðlabankastjóra Bandaríkjanna og þeim George Bush og Gordon Brown. Og allt boltinn byrjaði að rúlla af krafti í gær. Forystumenn stjórnarflokkanna funduðu framtíð ríkisstjórnarinnar allan sunnudaginn og dagurinn hófst hins vegar með óvæntum blaðamannafundi í viðskiptaráðuneytinu. Björgvin G. Sigurðsson boðaði til fundar í ráðuneyti sínu með stuttum fyrirvara. Þangað hópuðust fjölmiðlamenn klukkan 10:30 í gærmorgun til að hlýða á afsögn ráðherrans og ákvörðun hans stjórn og forstjóra fjármálaeftirlitsins. Við verðum að höggva á hnútinn, það verða menn, það verður fólk að axla ábyrgð og við verðum að freista þess að skapa frið á milli stjórnvalda og fólksins í þjóðfélagi. Þessi ákvörðun virtist koma ráðherrum og þingmönnum í opna skjöldu. Fyrir hádegi fóru forystumenn í Samfylkingunni að tínast heim til Ingibergar Sólrúnar Gísladóttur formanns flokksins til skrefs og ráðagerða. Fréttamaður Ríkisútvarpsins náði tali af Ingibjörgu skömmu fyrir hádegið í gær. Hvar stendur ríkisstjórnarsamstarfið? Já, ríkisstjórnarsamstarfið stendur bara á sama stað og stóð í gær og það ekkert sem hefur breyst þar fyrir að okkar samræður hafa farið fram. Ingibjörg og Össur Skarphéðinsson hittu síðan Geir Haarde og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur formann og varaformann Sjálfstæðisflokksins þar sem rætt var ríkisstjórnarsamstarfið. Forsætisráðherra kom út og hitti fréttamenn sem biðu fyrir utan heimili hans í Vesturbænum. Það hægt að gera fyrir ykkur, það eiginlega spurningin. Við sitjum hérna og erum að ræða saman 4, formaður Samfylkingarinnar og iðnaðarráðherra, mín og míns varaformanns. Þetta semst Ingibjörg Sólrún, Össur, Þorgerður og ég. Og við erum að fara yfir stöðuna og eigum hér góðar og gagnlegar viðræður í þessi flokknu mál. Eftir fundinn með forsætisráðherra sem haldinn var á heimili hans héldu þau Ingibjörg og Össur aftur á Nesveginn heim til Ingibjargar þar sem þau hittu sitt fólk aftur. Geir og Þorgerður sátu áfram í granaskjólinu á heimili Geirs með framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins. Fundi Samfylkingarfólksins lauk síðan 5-leytið. Þau Össur og Ingibjörg héldu aftur í granaskjólið til fundar við Geir og Þorgerði. Hópur fjölmiðlamanna á svæðinu hafði stækkað talsvert og það var beðið í ofvæni eftir tíðindum. Fundinum lauk klukkan 6 og þá kom Ingibjörg Sólrún út. Þokaðist eitthvað áleiðis á þessum fundum með Geir? Já, það spurning hvað við átt við þegar þú segir þokaðist áleiðis. Við náttúrulega eigum bara ágætt spjall þær hugmyndir sem uppi eru ýmsar breytingar sem þarf að gera. Forsætisráðherra hitti blaðamenn skömmu síðar. Hann var síðan í viðtali í beinni útsendingu í fréttum sjónvarps klukkan 7. Já, ég tel að það sé alveg möguleiki að stjórnin haldi áfram en það líka alveg til í því að þessu verði slitið. Sem ég teldi lagari kost vegna þess að ég sé ekki að aðri stjórnarmyndunar möguleikar séu betri heldur en þessi. Og meðan við rifjum upp atburði gærdagsins
Brá. Dagur B. Eggertsson sem hingað til hefur verið borgarfulltrúi sér út úr þingflokk herbergi Samfylkingarinnar niður á þingi og rauk beinalið út á hans að tala við fréttamenn. En breiðum okkur þá aftur niður á þing. Þar Jóhanna Vigdís. Erum við að bíða, við erum að bíða tíðinda. Hvað að fréttinga? Mér skilst á öllu að þingflokksfundurinn hann búinn. Dagur B. Eggertsson sem oddviti í borginni situr alla þingflokksfundi. Nú streyma hér þingmennirnir einn af öðrum út af fundinum. En við bíðum að sjálfsögðu eftir Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. Þetta þingflokksherbergi Samfylkingarinnar sem Gunnar Svavarsson, formaður fjárlaganefndar, kemur hérna labbandi eftir ganginum. Og við bíðum í ofvæni. Getur þú nokkuð sagt okkur, Gunnar, hvort Ingibjörg Sólrún sé væntanlega fram? Hún kemur væntanlega fram og eftir. Það ekki alveg víst hvernig hún kemur, en mjög fljótlega. En það hún, varst ánægð með hennar fund? Niðurstaða? Þið segið ekkert? Já, eins og þið heyrðu þarna, og þetta eru allir þingmenn Samfylkingarinnar sem ég hef náð tali af, þeir segja ekkert. Það Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem ein mun tjá sig niðurstöðu þessa fundar og það ekki svo lítið í húfi. Það spurning það hvort að þessi ríkisstjórn heldur velli eða ekki. En Þórdís Arnljótsdóttir, hún stendur núna nær útidyrahurðunum hér á Alþingi og við myndum skipta yfir á hana núna. Hún hefur verið að fylgjast með mótmælunum hér fyrir utan. Já, hér erum við föst inn í Alþingishúsinu og það hægt að sjá hér að það eru mótmæli hérna fyrir utan, fyrir framan Alþingishúsið. Þar ber fólk á bumbur og Sturla vörubílstjóri þeytir sínar flautur. En við komumst eiginlega ekki hér út vegna þess að hér eru dyrnar harðlæstar, þannig við verðum að fá sérstakt leyfi. En svo hafa mótmælendur brugðið á annað ráð. Það það að þeir vilja láta meira bera á sér og eru hér í Alþingisgarðinum, ganga hring eftir hring í þessum fallega garði og berja á ásláttarsljóðfæri sín. En við getum heldur kannski ekki sýnt ykkur það almennilega því að hér bannað að draga upp gardínur. Þannig að hér allar öryggisreglur í heiðri hafðar, enda fólk að hlaupa hér fram og tilbaka og það má ekkert við neinu að eitthvað fari ekki úrskeiðis. Já, sannarlega. Já, við erum hérna ennþá og ég hér í miðjum hópi blaðamanna og ljósmyndara og fréttamanna og það mjög margir hérna. Við bíðum hér í ofvæni eftir því þingflokksfundurinn búinn. Við bíðum eftir því að formaður Samfylkingarinnar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir komi hér út og ræði við fréttamenn. Við höfum ekki fengið staðfest hvenær það verður, hvort það verður núna innan örfárra mínútna eða síðar, eða hvort að Geir Haarde og Ingibjörg ætla að ræða saman fyrst áður en þau geta sagt eitthvað við fréttamenn. Þetta allt opið í stöðunni, eins og Ingólfur Bjarni, eins og þú varst að rifja upp áðan, það eru ótal stjórnarmyndunar möguleikar í stöðunni, þannig að það allt í húfi og eflaust mjög mikið í húfi fyrir þessa ríkisstjórn. Hvort hún ætlar að tryggja starfsfrið hér eða tryggja sér starfsfrið fram að kosningum sem hafa verið, eða sem sennilega verða 9. maí. Þetta við vitum í rauninni ekki meira, þannig að við bara bíðum á meðan eftir því að formaður Samfylkingarinnar komi hérna út og veit okkur viðtal og segja okkur hversi niðurstaðan af þessum fundi. Jóhanna, ef við bara förum yfir þessi viðtal sem þú áttir þarna bæði við Guðjón Arnar og Steingrim J. Þeir segja báðir með mjög afgerandi hætti að það hafi hvorki formlegar né óformlegar viðræður átt sér stað myndun einhvers konar annars stjórnarmynsturs en þess sem nú við lýð, það að segja Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Það hefur enginn talað við þá minnihlutastjórn, þjóðstjórn eða neitt. Getum við ekki dregið það ályktun af því að fundi Samfylkingarinnar sé einfaldlega að vera að ræða örlög þessara ríkisstjórnar og ekki einhverjar aðrar útgáfur af henni? Er það ekki langlíklegast að enn sé verið að tala hvort að þessi ríkisstjórn lifir af í núverandi myndið eða ei? Jú, það alveg rétt hjá þér. Hérna var ég nú að fá skilaboð það að þingflokksfundur Sjálfstæðismanna, hann stendur ennþá. Jú, það alveg rétt hjá þér, ábyggilega verið að ræða og Steingrim J. Sigfússon sagði nú hérna áðan, hann geti ekki sannara orð mælt heldur en það að það hefði ekki viðræður átt sér stað. En menn talaði þetta saman, þessi stjórnmálamenn í þessum flokkum, þeir vinna hér í sama húsi og þeir hittast daglega og þeir vinna saman hér í sama húsi og eiga mjög auðvelt með það að tala saman gegnum tölvupóst og GSM-síma og guð má vita hvað. Þannig að ef að niðurstaðan af þessum fundi að slíta stjórnarsamstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn, þá geta menn komið á fundi innan korters og sest niður og vegna þess að allir vilja þeir komast í ríkisstjórn. Það held ég að sé það eina sem kannski alveg á hreinu, að þeir flokkar sem á þingi vilja koma að landstjórninni og ríkisstjórninni. Og þess vegna erum við það spennt að bíða eftir þessari niðurstöðu. Þingflokksfundur, eins og ég var að segja, Sjálfstæðismanna stendur ennþá og ég á ekki vona öðru heldur en að Geir Haarde komi þá fram og tali við okkur. En
þingmenn Samfylkingarinnar hafa sagt okkur að Ingibjörg Sólrún ætla að koma fram og hún muni tala við okkur, þannig að það sem við getum gert í augnablikinu, við þurfum að hinkra eftir því. Já, og þetta getur orðið löng bið eins og stundum hefur reynst, það ekki, það lengi hægt að bíða eftir Godot. Þetta svona svolítið loðin staða í raun og veru og það er kannski áhugavert að ef litið til ástandsins í þjóðfélaginu, þá sé það sem að mest liggur á að ákveða hverjir sitja áfram eða fá að setjast á ráðherrastóla. Segir þetta okkur, kaldhænir myndu kannski segja að þetta segir eitt og annað forgangsröðuna hjá stjórnmálamönnunum sem sitja á Alþingi. Já, Ingibjörg Sólrún sagði sjálf á fundi með Samfylkingunni í Garðabæ í nóvember að nú væri ætti að setja þjóðarhagsmuni ofar flokkshagsmunum, ef ég man þetta rétt. Og stjórnmálamenn vil hljóta þá að hafa það að leiðarljósi, hvað er þjóðinni fyrir bestu? Og stjórnmálamenn eru nú líka frægir fyrir það að hugsa sinn eigin stól, að komast í þennan valdastól eftirsótta. Þannig að hvað ræður för og hvort það verða einhverja tilfæringar á milli ráðuneyta, ég held að þetta sé allt upp á borðinu. En hins já. Þá skulum við skipta yfir á Þórdísi og hleypa henni að með Sigmund Davíð, þarna er hann kominn. Þórdís, gjörðu svo vel. Já, hér er nýji formaður Framsóknarflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þú varst kallaður hérna inn á Alþingi. Er það bara fyrir fjölmiðla eða hafa einhverjir stjórnmálaflokkar verið að bera í því víurnar? Ég ákvað nú bara að kíkja inn til að sjá hvað var að gerast og það er greinilega mikið að vera. En ég hef ekki átt neinar formlegar viðræður við stjórnmálaflokka stjórnarmyndun eða slíkt. Enda er það ekkert inn í myndinni að Framsóknarflokkurinn gangi inn í ríkisstjórnuna. En þið hafið nú talað það að verja minnihlutastjórnfalli. Hafið þið verið í óformlegum viðræðum eitthvað slíkt nú helgina? Já, ég náttúrulega hitti fullt af fólki og heyrið í síma og það er rætt töluvert þetta. Og það stendur ennþá, það tilboð sem við gerðum þessum flokkum að verja minnihlutastjórn þeirra. Aðalatriðið er að koma hér á starfhæfri ríkisstjórn, hver svo sem hún verður, það er að segja ríkisstjórn sem getur tekið á þessum brýna vanda sem má ekki bíða fram að næstu kosningum. Svo við erum tilbúin til þess að koma að því ef við getum. En ef við bið þig að spá, hvernig sýnist þér þetta núna? Heldur að þetta haldi þetta ríkisstjórnarsamstarf? Sýnist það mjög ólíklegt. Það hefur verið ljóst hvað stemdi í síðustu 2 daga og úr því sem komið held ég að sé afar ólíklegt að þessi ríkisstjórn lifi þennan dag af. Við látum þetta vera síðustu orð formanns Framsóknarflokksins og skiptum upp í efsta leyti. Takk fyrir það, Þórdís, og við bíðum þess enn að Ingibjörg Sólrún komi út af fundi þingflokks Samfylkingarinnar sem er nýlokið í Alþingishúsinu og gerum okkur vonur að hún ætla ekki að halda beint til fundar við Geir Haarde sem situr reyndar ennþá inn á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins og þeim fundi er ólokið. Eins og Sigmundur Davíð sagði, menn bíða þess að hann gerir ráð fyrir því að stjórnin lifi ekki af daginn og það bíður sjálfsagt öll þjóðin eftir því að fregna hvað er að gerast. Ef við kíkjum aðeins á erlenda fjölmiðla og þar sem þeir eru að skrifa okkur eða kannski hversu mikið þeir eru að skrifa ástandið á Íslandi, þá það er nú svo sem ekki að leita lengi til að komast að því að 355 greinar hafa birst í enskumælandi miðlum, sem að leitarvélin Google finnur afsögn Björgvins Guðmundssonar viðskiptaráðherra í gær. Og 1165 greinar eru það að mótmælendur krefjist þess að ríkisstjórnin segi af sér þegar í stað. Þessi athygli er kannski ekki síst vegna þess að erlendir fjölmiðlar virðast líta svo á að Ísland sé hugsanlega dæmi hvernig geti farið annars staðar. Þessi spurning barst oft okkur íslensku fjölmiðlamönnunum þegar bankahrunið átti sér stað í haust. Er þetta það sem koma skal annars staðar og nú þegar mótmælendur taka til sín hér og erlendir fjölmiðlar miskustu svo á að þeim hafi tekist að hrekja einhverja ráðherra á, jafnvel halva stjórnina frá völdum. Þá er spurt, er þetta það sem við eigum von á hér í Þýskalandi, í Bretlandi og annars staðar? Erfitt að spá til það og engin leið að svara þeirri spurningu. Ég sé að myndasveiflinn sveiflast til og frá Alþingi og þær eru menn að stilla sér upp í vonum að eitthvað gerist, en í sjálfu sér erum við kannski í þeirri kjánalegu stöðu að bíða svolítið eftir tíðindunum. Ég held að það sé alveg þessi virði að teygja lopan aðeins lengur og sjá hvað er að gerast þarna niður á þingi. Við skulum sjá hvernig þetta ástandi var á þessum þingflokksfundi þegar þeir byrjuðu í dag. Sjáum þær myndir. Þannig sjáum við þingflokk Sjálfstæðismanna, stór hópur situr með breið pólitísk bros þess reiðubúinn að ræða málinu og reyna að komast að niðurstöðu. Þarna eru líka þeir kandidatar sem helst hafa verið nefndir sem hugsanleg formanns- og varaformannsefni, Þorgerður Katrín, Bjarni Benediktsson og Guðlaugur Þór Þórðarsson, heilbrigðisráðherra, eru þar ofarlega á lista.
Þetta voru af fundi sjálfstæðismannanna sem enn stendur, af nýloknum fundi samfylkingamanna eigum við þessar myndir. Og svipurinn svo sem álíka, þarna sitja menn og bíða þess að komast að niðurstöðu. Hvort að svo niðurstaða hefur núna fengist, það var erfitt að ráða í andlitin þar sem að menn komu út af fundi rétt áðan. Vildu lítið segja Gunnar Svavarsson mjög sporskur á svip þegar Jóhanna Vigdís sveif á hann þarna en vildi ekkert segja. Þórunn Sveinbjarnardóttir brosti breitt, en þegar stjórnmálamenn brosa breitt veit maður svo sem að oftar en ekki eru þeir að fylast fílusvipinn sem undir þannig að það er svo sem erfitt að ráða í það. En Ingibjörg Sólrún er ennþá inni í þingflokksherbergi þeirra jafnaðarmanna, þeirra samfylkingarmanna og við bíðum þess að hún kom út og segja okkur hvað er að gerast. Það er óvissa sem að verður væntanlega að aflétta sem fyrst og Jóhanna Vigdís, þú ert komin með mann til þín, er það ekki? Þvögunni, en þingmennir eru ennþá að tínast hér út af þingflokksfundinum einn af öðrum og að því varst að sína myndir frá þingflokksfundunum í morgun, bæði á Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu. Hérna kemur Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Sæl og blessuð, Ingibjörg. Hver er niðurstaðan að fundi ykkar þingflokks? Já, ég mun náttúrulega gera formanni Sjálfstæðisflokksins fyrst grein fyrir niðurstöðunni af þingflokksfundinum áður en ég geri fjölmiðlum grein fyrir því. Ég geri ráð fyrir því að við munum hittast núna þegar þingflokksfundurinn er búinn hjá þeim og þar mun ég segja honum frá því að það er náttúrulega einörð skoðun þingflokks Samfylkingarinnar að það þurfa að vera öflug starfsstjórn í landinu sem nýtur trausts til að takast á við þau verkefni sem að framundan eru. Þau eru mörg og þau eru brýn og ef hún á að njóta trausts þá þarf að vera góð forysta fyrir henni og það þarf líka að vera þannig að það sé fagleg stjórn á helstu eftirlitsstofnunum samfélagsins eins og fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum. En eru þið sammála? Ég sækist ekki eftir forystinu og beinast til mín persónulega, þá ger ég það ekki. En gerði Samfylkingin kröfu forsætisráðuneytið? Samfylkingin gerir kröfu til þess að það verði öflug forysta fyrir ríkisstjórninni. Trúverðug öflug forysta. Og við verðum bara að finna réttu persónuna til þess að gera það. En eru þið að meina þá að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að fara úr forsætisráðuneytinu? Sko, ég er náttúrulega þeirra skoðunar að það við bæði mig og forsætisráðherra að okkur veitum kannski ekki af því að ætla okkur aðeins af næsta mánuðin og það þurfi bara að finna öflugan einstakling til þess að sem hefur traust og trúverðuleika til þess að leiða. En er Samfylkingin búin að ræða við aðra flokka hugsanlegt samstarf? Nei, Samfylkingin er ekki búin að ræða það. En þýðir þetta þá með öðrum orðum að þessi ríkisstjórn lifir? Ég get bara ekkert það sagt fyrir eftir fundi með forsætisráðherra, hann hefur þetta í hendi sér. Hvar er þið hittast? Eða Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við forsætisráðherra? Ég tel ekkert sjálfgefið að það kefli flytist með þeim hætti. Ég tel aðarlega atriðið að þetta sé traust og trúverðug forysta fyrir ríkisstjórninu og við verðum bara að sjá hvernig spilast úr því. Hvar er þið hittast? Gæti allt eins verið fallin eftir daginn í dag? Ekkert veit ég er ekkert meira spámanlega vaksin heldur en þú. Þannig það er allt opið í rauninni ennþá? Já, það er allt opið ennþá í þeim efnum. En þið þurfið að ná niðurstöðu í dag, er það ekki rétt? Jú, það þarf að koma niðurstöðu í dag. Þetta getur ekki verið svona áfram og það er fyrst og síðast þarf að koma hér ríkisstjórn sem hefur traust og trúverðugleika, vinnur verkin og fólk hefur trú á því að ætla að gera það sem hér býður eftir á. Þannig niðurstöða sé komin áður en að dagur er að kvöldi komin? Já, þetta bara núna eftir þegar þingflokksfundinum lýkur hjá þeim. Hvar ætlið þið að hittast? Nú hér í þinghúsinu gerir ég ráð fyrir. Ingibjörg Sólrún. Okkar fundur er búinn. Nei, ykkar Geirs. Nei, ég veit það ekki. Það er nú tvo til að ákveða það. En var breið samstaða þetta á fundi ykkar þingflokks? Það er mjög breið samstaða það og það er mjög mikilvægt að okkar mati að það sé kröftug ríkisstjórn með öfluga forystu. En þú hefur alltaf fólk með þér í þessu? Ég hef allt mitt fólk með mér í þessu, já. Og kröftugur stuðningur við þig sem formann? Já, sem formann. Ég sjálf hef auðvitað lýst þeirri skoðun minni að eins og ég segi að ég sé nú kannski ekki endilega svo sem eigi að leiða ríkisstjórn við þessar tilteknu aðstæður, ekki ég persónulega. En ég tel að Samfylkingin sé vel í stakk búin til að gera. Kemur til greina að leita út fyrir aðeins Samfylkingarinnar? Það kemur allt í greina í þessum efnum. En er búið að skoða það hverjir verða hugsanlega ráðherraefni í ríkisstjórn? Nei, fyrst verðum við að mynda ríkisstjórnin eða ákveða að halda áfram áður en að nokkuð er tekið frekari ákveðan því. Þarf að gera nýjan stjórnmál og sáttmála? Ég tel að það þurfa að gera sáttmála verkin sem þarf að vinna. Það eru brýn verkefni hérna sem að lúta að því að hag heimilanna, bjargráðasjóði þá heimilanna og eins endurreisn fyrirtækjanna og uppbyggingu bankakerfisins. Þannig að það er greinilegt að það þarf að taka hér á. Nú virðist í Geir hafa átt mjög gott samstarf og ykkur hefur tekist að þið segja að ykkur hefur tekist að vinna vel saman síðastliðin tæpu 2 ár. Ertu vongóð að þið náið saman í dag? Já,
Ég bara veit ekki hvernig umræðan hefur verið á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins og við verðum bara að sjá hvað setur en það er algjörlega af okkar hálfu skýrt að það þarf að fara hér í ákveðna tiltekt í stjórnkerfinu og það getur ekkert beðið og þá er ég auðvitað að tala Seðlabankann í því sambandi. Í rauninni hefur Samfylkingin sýnt ótrúlegt langlundargeð allt frá því í haust í þeim efnum og nú erum við bara, höfum við það ekki lengur. En þurfum við ekki að breyta lögum til þess að skipta stjórn í Seðlabankanum? Það má auðvitað breyta lögum en það þarf í sjálfu sér ekki. Menn geta hvenær sem staðið upp og sagt takk fyrir, nú nóg komið. Finnst þið líklegt að Davíð Oddsson gerir það? Ég ætla ekkert að spá í það. En þið viti nú nokkuð hvernig sjálfstæðismenn hugsa í þessa veru, áttu vona því að þið náið saman? Þú hlýtur að hafa einhverja tilfinningu fyrir. Já, ég get alveg trúa því eins og hverju öðru að við getum náð saman. Ég held að ef að málefnaprógrammi liggur fyrir sem það gerir og mér held að sé ekki mikill ágreiningur það og ef að menn eru tilbúnir að einhenda sér í verkin strax en ekki að ýta þeim og undan sér og það verði kröftug forysta, þá er hægt að ná saman. En finnst þér að það hafi verið gert, að menn hafi verið að ýta hlutum undan sér? Ég hef ekki betur séð en að það sé búið að ýta ansi lengi undan sér Seðlabankanum. Þannig að við fáum að heyra í ykkur þegar þið eru búin að funda. Verður það miðjan daginn? Já, það verður væntanlega miðjan daginn. Takk fyrir þetta Ingibjörg Sólrún, kærlega fyrir. Og við erum hérna ennþá í Alþingishúsinu og þá vitum við það, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður Samfylkingarinnar var að greina okkur frá niðurstöðunni á þingflokksfundinum. Hún segir að hún hefur það mikil samstaða í þingflokknum og hún hefur stuðning allra sinna þingmanna og niðurstaðan er sem sagt þessi að hún ætlar að funda núna á eftir með Geir Haarde þegar að þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins er lokið og þá ætla þau að freista þess, eða mér skilst að það sé niðurstaðan hjá Ingibjörgu Sólrúnu, freista þess að mynda starfhæfa ríkisstjórn og Ingibjörg Sólrún gaf í rauninni, hún neitaði ekki fyrir það, það getur þess vegna verið að þau myndir ná í einhvern utanaðkomandi til þess að leiða þessa ríkisstjórn vegna þess að hún sagði sjálfa við þær aðstæður sem nú væru kannski hún og Geir Haarde ekki hæf í það verkefni. Nú, þetta skýrist allt betur á eftir en það eru skýrar línur komnar af þingflokksfundi Samfylkingarinnar og nú bíðum við eftir því að þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins lýkur og eins og ég var byrjað að lýsa fyrir ykkur hjá áðan, það var mikil spenna við upphaf þessara funda í morgun. Samfylkingin er búin, niðurstaðan skýr að þeirra mati og þá er að bíða eftir Sjálfstæðisflokknum og þau segjast alltaf funda hér í þinghúsinu núna bara örugglega eftir skamma stund þegar leið Sjálfstæðisflokkurinn búinn og skýr okkur svo frá þeirri niðurstöðu svona miðjan daginn. Allavega áður en dagur er að kvöldi komin, sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Þannig að við hingrum enn eftir næsta formanni. Ekki fara langt Jóhanna, ég ætla aðeins að renna yfir nokkra púnta sem að svona ég púntaði hjá mér hérna úr því sem að Ingibjörg sagði, hún talaði að þeir þyrfti að koma öflug starfsstjórn og talaði að ríkisstjórn kæmi, orðalega það svo sem ekki að þýða mikið en talaði að hún yrði að njóta traust, það yrði að vera góð forysta en virðist hins vegar ekki vera spennt fyrir því að þau Geir Haarde væru í þeirri forystu, þar að segja á forsætisráðherra embætti. Hún vísaði til veikindi þeirra og talaði að þau þyrftu nú kannski bæði að fá dálítið hlé. Seðlabankinn er greinilega þar sem að Samfylkingin leggur mikla áherslu á, hún talaði að þau sýnt ótrúlegt langlundargeð og Seðlabankinn væri það verkefni sem að stjórnin hefði ýtt á undan sér. Hún virtist gera sér einhverjar vonir að Davíð Oddsson tæki þá sjálfstæðu ákvörðun að standa upp á stóli í Seðlabanka og yfirgefa hann. Þá þyrfti svo sem væri svo sem búið að leysa vandamál ríkisstjórnarinnar, þyrfti ekki að breyta lögum eða grípa til annarra aðgerða til þess að koma honum úr embætti. Hún talaði að það þyrfti hugsanlega að mynda einhvers konar sáttmála, ekki stjórnarsáttmála heldur sáttmála brýn verkefni og það sem var kannski á margan hátt áhugaverðast í þessu var í ljósi þess að það hefur verið talað að Samfylkingin hafi gert kröfu forsætisráðherraembættið, væntanlega hafa flestir skilið það sem svo að Ingibjörg ætlaði sér inn í stjórnarráðið sjálf. En það er á henni að skilja að hún telji að aðrir séu hugsanlega betur til þess fallnir eða komi til greina. Fróðlegir púntar, eitt og annað í þessu svo sem en ekki svar við spurningunni hvort að þessi stjórn heldur áfram eða hvort hún lifir að. Við bíðum enn þess að þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins ljúki, hann stendur enn í Alþingishúsinu og svo sem óljóst hvenær honum lýkur. Ég býð svona fregna neðan úr þingi hvort að þarna er eitthvað að frétta að þeim fundi. Kannski Jóhanna Vigdís, eitt og annað sem vakti samt athygli því sem að Ingibjörg Sólrún talaði til dæmis það að virtist hún tala
mjög ákveðin það að þau Geir Haarde væru kannski bæði þannig til heilsunar að aðrir væru betur til þess vallir að leiða ríkisstjórnina og koma hugsanlega nýjir og ferskir að þessu stjórnarsamstarfi. Heldur hún sé að tala um einhvern innan stjórnar eða verið að tala um alveg splunkun í tólk? Sko, mér fannst hún gefa í skyn að það geti alveg verið einhver utanaðkomandi, einhver sem ekki núna í ríkisstjórninni, hvort sem hann utan þings eða í þingflokknum. Hún neitaði því ekki, þannig að mér fannst hún gefa það alveg fyllilega í skyn og eins og þú sagði líka réttilega, hún sagði að kannski væri hún og Geir Haarde ekki í standi núna til þess að vera að leiða ríkisstjórn. En langlundargeð sem hún talar að það alveg auðheyrt að Samfylkingin hefur enga biðlund meira í það að það verði breytt í stjórn Seðlabankans. Hún sagði það alveg bara kristaltært að það var ekki vafi í þeirra huga lengur. Og það sem hún leggur aðaláherslu á að hér sé starfhæf ríkisstjórn. Hvað það þýðir og hversu miklar breytingar þarf að gera, tilfærslur á ráðuneytum, uppstokkun í ríkisstjórn, nýtt fólk. Ég held að þetta sé bara allt opið og þess vegna núna mjög spennandi að vita hverju niðurstaðan af þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins vegna þess að Ingibjörg Sólrún að fara með þessi skýru skilaboð og skýrt umboð frá sínum þingflokki inn á fund Geirs. Við bíðum eins og þið sjáið hópinn hérna. Hópurinn allar að bíða eftir Geir Haarde að hann komi og segja okkur hversi niðurstaðan þar. Það getur vel að það sé allt önnur niðurstaða og þá hafið þau bara ekki neitt að tala á eftir nema til þess að slíta samstarfinu. En við bíðum og vonum eins og ég segi, Ingibjörg Sólrún talaði mjög skýrt og gaf mjög skýrt til kynna og hún vildi ekki samþykkja það að þau höfðu krafist þess að fá forsætisráðuneytið eins og Morgunblaðið hefur eftir heimildamönnum sínum í dag, en það hefur nú örugglega verið rætt og kannski vilja þau þá hafa með það að gera hver sest í þann stól þóttu sé ekki krefjast þess að fá það embætti sjálf. Þá getur þau kannski hins vegar lagt til manneskjuna sem myndi leiða ríkisstjórn fram á kosningum. Ég held að það sé líka möguleiki sem hún hafi verið að opna á. Hún skaut niður, fannst mér nokkuð harkalega þá hugmynd að Þorgerður Katrín sem varaformaður Sjálfstæðisflokksins færðist upp skör og tæki við forsætisráðuneytisembættinu. Hún talaði að það væri nú ekki sjálfgefið. En Dagur B, eins og við minntust á, hann var þarna rétt áðan. Heldur það sé maður sem að Samfylkingin gæti verið að tilnefna? Það nú stundum verið talað um hann sem erfðaprinsinn. Já, Dagur B. Eggertsson hjá mörgum vonar stjarna Samfylkingarinnar. Dagur B. Eggertsson situr alla þingflokksfundi Samfylkingarinnar sem oddviti í borginni. Þannig það var svo sem ekkert skrítið við að hann væri á þessum fundi. Hvort að það hann sem sé sá sem á að leiða ríkisstjórn, það vitum við ekki. Hann gaf sjálfur ekkert upp niðurstöðu fundarins eða sína stöðum. Þetta flókin staða, maður áttar sig ekki svo sem alveg á því hvernig þetta kemur allt saman til með enda. Í raun og veru þó að við séum einhverju nær þar sem Samfylkingin ætlar sér og þar sem eru á oddinum hjá þeim, þá veldur þetta, verðum við ekki að segja að boltinn sé svolítið hjá sjálfstæðismönnum þegar þeir fá þessi tíðindi? Jú, vissulega boltinn hjá sjálfstæðisflokknum núna. Hvað ætlar Geir Haarde að hafa meðferðis inn á fund með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur? Við vitum það eru mótmæli hér alla síðustu viku, það 100 dagar frá efnahagshruni og þjóðin, hún hrópar hér og kallar á lausn. Og eins og Gunnar Helgi Kristinsson held ég hafi fullyrt helgina, mótmælin halda áfram á meðan þessi ríkisstjórn situr, hvað svo sem verður síðan eftir 9. maí. En forystumenn í þessari ríkisstjórn sem að enn situr við völd, þau verða að koma í dag með niðurstöðu í þessu máli hvort hér starfhæf stjórn eða hvort hér algjört stjórnleysi. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Ég veit að þið eruð að hlera menn þarna og hlusta og leita þeirra sem að þarna geta hugsanlega veitt okkur einhverja vísbendingum hvað tekur við. Og ég ætla að gefa þér örlítinn tíma til þess að reyna að komast að því hversu langt hugsanlega til þess að komast að því til botns því hvort að þessu þingflokksfundi Sjálfstæðismanna að ljúka. Í tíðinni skulum við kannski bara aðeins fara yfir það sem Ingibjörg sagði í þessu viðtali. Hún kom þarna eftir langa bið út úr þingflokksherberginu og ræddi við fréttamennina í miðri þvögunni og það sem var kannski einna áhugaverðast var þegar að hún virtist algjörlega útiloka það, eða ekki útiloka en gera lítið af þeim möguleika að þau Geir Haarde
eru í forsætisráðuneytinu fram að kosningum. Það var á henni skilja að hún teldi að þau væru þannig til heilsunar að það væri ágætt að einhver annar kæmi þarna til. Fróðlegu vending ef þarna á að bætast inn í ríkisstjórnarsamstarf þeirra flokkar sem núna eru í ríkisstjórn nýr og utanaðkomandi einstaklingur. Ég veit að við erum að undirbúa þetta viðtal við Ingibjörgu Sólrúnu aftur til útsendingar. Við skulum aðeins heyra hvað hún sagði. Ég held að þessi tilbúið, við skulum starta henni. Það er ekki alveg tilbúið. Svona er þetta með þessar beinu útsendingar. Við erum að bíða eftir Godó í orðsins fyllstu merkingu, bæði sjálfstæðismönnum sem að sitja á sínum þingflokksfundi og því að viðtalið við Ingibjörgu Sólrúnu sé tilbúið og það er tilbúið núna. Við skulum heyra hvað hún sagði. Hver er niðurstaðan að fundi ykkar þingflokks? Já, ég mun náttúrulega gera formanni Sjálfstæðisflokksins fyrst grein fyrir niðurstöðunni af þingflokksfundinum áður en ég geri fjölmiðlum grein fyrir því. Ég geri ráð fyrir því að við munum hittast núna þegar þingflokksfundurinn er búinn hjá þeim og þar mun ég segja honum frá því að það er náttúrulega einörð skoðun þingflokks Samfylkingarinnar að það þurfa að vera öflug starfsstjórn í landinu sem nýtur trausts til að takast á við þau verkefni sem að framundan eru. Þau eru mörg og þau eru brýn. Og ef hún á að njóta trausts þá þarf að vera góð forysta fyrir henni og það þarf líka að vera þannig að það sé fagleg stjórn á helstu eftirlitsstofnunum samfélagsins eins og Fjármálaeftirlitinu og Seðlabankanum. En eru þið sammála? Ég sækist ekki eftir forystinu og það beinast til mín persónulega, þá gerir ég það ekki. En gerði Samfylkingin kröfu forsætisráðuneytið? Samfylkingin gerir kröfu til þess að það verði öflug forysta fyrir ríkisstjórninni. Trúverðug öflug forysta. Og við verðum bara að finna réttu persónuna til þess að gera það. En eru þið að meina þá að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að fara úr forsætisráðuneytinu? Ég er náttúrulega þeirra skoðunar að það er við bæði mig og forsætisráðherra. Okkur veitum kannski ekki af því að ætla okkur aðeins af næsta mánuðin og það þurfi bara að finna öflugan einstakling til þess sem hefur traust og trúverðuleika til þess að leiða. En er Samfylkingin búin að ræða við aðra flokka hugsanlegt samstarf? Nei, Samfylkingin er ekki búin að ræða það. En þýðir þetta þá með öðrum orðum að þessi ríkisstjórn lifir? Ég get bara ekkert það sagt fyrir eftir fundi með forsætisráðherra, hann hefur þetta auðvitað í hendi sér. Hvar ætlið þið að hittast? Við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir yrði forsætisráðherra? Ég tel ekkert sjálfgefið að það kefli flytjist með þeim hætti. Ég tel aðarlega atriðið er að þetta sé traust og trúverðug forysta fyrir ríkisstjórninu og við verðum bara að sjá hvernig spilast úr því. Hvar ætlið þið að hittast? Það gæti allt eins verið fallin eftir daginn í dag? Ekkert veit ég er ekkert meira spámanlega vaksin heldur en þú. Það er allt opið í rauninni ennþá? Já, það er allt opið ennþá í þeim efnum. En þið þurfið að ná niðurstöðu í dag, er það ekki rétt? Jú, það þarf að koma niðurstöðu í dag. Þetta getur ekki verið svona áfram og það er fyrst og síðast þarf að koma hér ríkisstjórn sem hefur traust og trúverðuleika, vinnur verkin og fólk hefur trú á því að ætla að gera það sem hér býður eftir okkur. Þannig niðurstöðu sé komin áður en að dagur er að koma. Sagði Ingibjörg Sólrún fyrir nokkrum augnablikum en nú er Þórdís Arnljótsdóttir komin með Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðing til sín niður á þingi og þau ætla aðeins að rýna í stöðuna. Þórdís. Já, Baldur Þórhallsson, hann er nú búinn að vera að spá í þetta í marga daga. Hvernig finnst þér staðan vera í dag? Eða nú er Ingibjörg Sólrún búin að koma hér fram og gaf svo sem engin afdráttarlaus svör neitt en vildi fyrst tala við formann Sjálfstæðisflokksins og það er enn þingflokksfundur. Já, bolti virðist vera hjá Sjálfstæðisflokknum og Sjálfstæðisflokkunum virðist vera ákveðað núna hvort hann ætla að ganga skilyrðum Samfylkingarinnar sem hún hefur sett yfir helgina. Þetta eru náttúrulega mjög mikla kröfur sem Samfylkingin gerir, sérstaklega ef að það sé rétt sem birtist í Morgunblaðinu í morgun að Samfylkingin er að krefjast þess að fá forsætisráðherra stólinn. Ég held að verði mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ganga þeirri kröfu Samfylkingarinnar því rauninni væri Sjálfstæðisflokkurinn með því að segja hann væri ekki búinn að stýra þjóðarskútunni nægilega vel síðustu 100 daga og ætla að láta það eftir Samfylkingunni. En er þetta þá bara afarkostir og þeir eru rauninni að setja það stranga kosti að Sjálfstæðisflokknum er ekki, hann verður bara að segja nei? Ég vil kannski ekki orða það þannig, kannski eftir því finnst Samfylkingunni að skútunni hafi ekki verið stýrt nógu vel og eftir því þurfi að breyta mannin í brúnni og það sé alveg grundvallar forsenda til þess að setja stjórna landinu, þannig að maður geta túlkað það með mismunandi hætti. En nú er hún að segja, Ingibjörg Sólrún í viðtalinu áðan tala það að hvorki Geir né hún séu allavega næsta mánuðin séu þau að vera leiða ríkisstjórn. Hver væri það þá annar fyrir utan náttúrulega varaformann Sjálfstæðisflokksins sem hefur komið sterkur inn?
Já, Gæti komið einhver utanaðkomandi? Ég sé það nú ekki fyrir mér. En það sem náttúrulega flækir stöðuna í Sjálfstæðisflokknum að það verður kosið formannsembættið í lok mars gerir maður ráð fyrir. Og það flækir alla stöðuna og ég varst að keppinautar Þorgerðar Katrínar í þingliði Sjálfstæðisflokksins sem mjög hrifnir af þeirri hugmynd og hún tæki við forsætisráðherra á stólnum og fengi svona forskot að sanna sig þar. En nú er það að tala um það að Samfylkingin hafi stilt Sjálfstæðisflokknum upp við vegg. En hvaða kosti á Samfylkingin aðra í stöðunni? Eru Vinstri grænir svo vænlegur kostur? Ég myndi gera ráð fyrir að þessar viðræður, þó að séu óformlegar á milli Samfylkingar og Vinstri grænna með stuðningi Framsóknarflokksins séu komnar mun lengra heldur forystumenn stjórnarandstöðuflokkanna vilja vera að láta. Við vitum að það hafi verið mikil fundahöld á milli þingmanna þessara flokka og ég geri fyllilega ráð fyrir að Samfylkingin sé tilbúin að mynda ríkisstjórn með þessum flokkum á næstu klukkustundum eða sólarhringum ef að Sjálfstæðisflokkurinn verður ekki við þessum kröfum hennar og Ingibjörg Sólrún og Samfylkingin okkur í sterkri stöðu vegna þess að tilboð Framsóknarmanna að styðja minnihlutastjórn Vinstri grænna og Samfylkingar og meðal annars getur Samfylkingin gert á kröfu að fá forsætisráðherra á stólinn því að í vinstri stjórn með stuðningi Framsóknarflokksins getur Ingibjörg Sólrún orðið forsætisráðherra fyrir lok vikunar. En þá þurfa Vinstri grænir að éta ansi mikið ofan í sig ef að þeir þurfa að fá mikla afarkosti frá Samfylkingunni. Ég meina það er Evrópusambandi sem liggur undir og ummæli Steingríms Jóns í síðustu viku Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Steingrímur virðist nú eitthvað að vera að bakka með Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ég ger nú ekki ráð fyrir að Samfylkingin muni krefjast þess að sótt verði aðild að Evrópusambandinu fyrir kosningar. Hins vegar líklega mun hún gera kröfu að breytingar á stjórnarskránni sem myndi auðvelda hugsanlega inngöngu í sambandið og ég ger nú ráð fyrir að Vinstri grænir geti gengið að því. Þeim mikið kappsmál að komast í ríkisstjórn. Þannig að þeir kannski láta eitthvað undan. Já, alveg klárlega. Ég ger ráð fyrir því og eins og ég sagði áðan, ég ger ráð fyrir þessar óformlegu þreifingar sem komna nú lengra heldur menn vilji vera að láta. En eins og áður sagði, boltinn er hjá Sjálfstæðisflokknum, þingflokki flokksins, sem mun bara skýra á næstu mínútum að mér skilst hvað hann vilji gera. En ef þú vilt fara að spá, hvað eru mikla líkur á því að þetta haldi? Eins og ég sagði áðan, það verður mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ganga skilyrðunum forsætisráðherra á stólinn. Við vitum ekki alveg nákvæmlega hvað Samfylkingin hefur fylgt þeirri kröfu hart eftir. En að Sjálfstæðisflokkinn gefi eftir forsætisráðherra á stólinn, það held ég að sé erfitt og þungt í vöfum. Og við látum þessu spjalli lokið hérðan frá Alþingi. Við erum enn að bíða eftir því að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi lokið sínum fundi, en það er greinilega margt að ræða. Takk ykkur bæði Þórdís og Baldur, en í millitíðinni getum við sagt ykkur að Jón Sigurðsson, varaformaður bankaráðs Seðlabankans, hefur formlega óskað eftir að láta af starfi varaformanns ráðsins. Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis, staðfesti þetta í samtali við Fréttastofu nú rétt áðan og sagði að skrifstofa Alþingis hefði borist bréf frá Jóni þar sem hann óskar formlega eftir að láta af starfi sínu sem bankaráðsmaður og varamaður hans tekur þá væntanlega við stöðu hans. Og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki náðst í Davíð Oddsson seðlabankastjóra í morgun né aðra bankastjóra Seðlabankans. Engin fundur hefur verið boðaður í bankaráði Seðlabankans í dag vegna stöðuna sem nú er uppi, en fulltrúar í ráðinu segja að reglubundinn fundur verði haldinn næstkomandi fimmtudag. En þá held ég að við förum nú að láta þessu lokið. Hádegisfréttir eru svo sem að verða búnar í útvarpinu líka, en við höldum áfram að fylgjast með. Sitjum hér tilbúin í myndstjórn sjónvarpsins, þannig að þó við tökum okkur örlítið hlé núna, þá borgar sig að hafa kveikt á viðtækjanum því leið og sjálfstæðismenn hafa lokið sínum fundi og við heyrum í Geir Haarde. Þá bregðum við okkur í loftið aftur, svo farið ekki langt, en takk í bili.